Núna ætlum við að keyra Easy-tölvu á EasySoft. Við förum hérna fyrir EasySoft og við skulum prófa að runna þetta sem administrator. Prófum að keyra þetta í því umhverfi. Síðan það sem við gerum er að við finnum tölvun okkar. Þessu tilviki heitir hún 12DC1P. Draugum hana hérna yfir. Hér verðum við að velja 1,1 er minnstu útgáfuna. Við verðum að gera það. Vítum OK. Þá sjáum við að hér birtist tölva sem við ætlum að breyta. Síðan förum við niður í Ethernet. Veljum Ethernet. Og ég er búinn að stilla rátur þannig að hann tekur DHCP. Og hér ætlum ég að haka einnig við. Við líka. Þegar búin þessu þá er fínt að seifa. Kallum þetta bara test 01. Þá fer ég niður í communication. Þar fer ég í search og geri hérna new search. Þarna er tækið. Við sjáum að þetta er allt rétt stillt. Þannig hérna get ég farið þannig taka til þess að stilla rétt IP-tölu og við skulum gera það. Við viljum hún fari á þessa IP-tölu. Við erum hérna í Drive. Þetta tekið smá stund. Þá var það komið og save as IP profile. Það er komið og við sem hún er komin hér inn. Þá segjum við bara online. Hér erum við komin í sambandi við tölvuna. Það er mjög gott. Og þá förum við í program. Easy to drive. Segjum svo að ég fari hérna í programming og velji Easy Drive Programming. Við viljum hafa þetta auðveldasta viðmóti. Ég ætla að setja þetta inngang og ég ætla að setja þetta útgang. Þannig að rofinn kveikir á okkur útgangi. Teikna hérna yfir. Síðan er gott að save aftur. Það er aldrei nóg oft gert. Þá erum við í communication. Þá endur tengir hún sig við og við náum sambandi við hana. Þá gerum við PC to drive. Þetta gæti tekið smá stund. Þá er hún búin að setja hann yfir. Þetta hérna á nú ekki að koma. En þetta allavega virkar hjá mér og vonandi gengur þetta vel hjá ykkur. Vel.